Góðan daginn og velkomin á þessa stund sem ég hefur verið í allmörg ár held ég. Og það er enn einn sem er að bætast við núna og þannig að við getum verið glatt fólk í dag allavega og erum það alveg örugglega og engin ástæða til annars því að Guð er með og sá sem er með, sé hann með, hver er þó á móti? Engin sennilega. Þannig að við höldum bara áfram við það verk sem að Drottinn hefur kallað okkur til að gera og ef menn styðja þetta ekki, þá bara styðja þetta ekki og það er allt í lagi með það. Það verður hver og einn að fá að gera það upp við sig, hvað hann styður og hvað hann ekki styður. En hér er Guðs maður að tala, sem hefur verið í Guði í áratugi og það er svo sem ekkert afrek en tímandi bara líða og árin færast yfir og sérstu enn við sama verk að þá telurðu starfið í áratugum orðið og það er heldur ekkert afrek. En sýnir þó ákveðna þrautseigju við verkið því að það er ekki allir guðsmenn sem að sýna þessa þrautseigju. En Drottinn byggir upp þrautsegjuna en hann verður að fá að gera það. Það segir það við mig og þig. Við þurfum að vera gefin Guði á hverjum degi. Við höfum heyrt þessa tuggu og þetta er rétt, þetta er sannmæli, við þurfum að gera þetta svona. En við gerum það ekki með hangandi hendi. Það er ekki stíllinn hjá Guði, né hjá Guðs fólki. Við lítum á þetta sem ekki einhvern leik, einhvern ganni sem hægt er að gera bara þegar okkur dettur í hug, heldur alvöru mál sem þarf að vinna. Og ég segi þér, og þú líklega veist það, að ekkert þarfara verk gerir þú heldur en að boða Guðs orð, framganga í Guðs orði og vera þessi heilsteypta Guðs manneskja. Þú gerir ekki þarfara heldur en það. Og ég var að segja það að margir eru heilsteyptir í Jesú nafni og ég þekki marga sem eru þar. En ég veit ekki alla sem eru þar, hvar þeir eru. Alltaf. Ekkert svo sem að það sé neitt höfuverku fyrir mig en þetta varða mig ekkert það hvernig aðrir sinna sínu verki en ég reyni að sinna því eins og Drottinn ætlar mér að sinna því. Og það er það sem að, það er skyldukvöð mín, hún er þessi. Að vera til að mynda með þetta verkefni vikulega og meðan Drottinn segir ekkert og þá held ég þessu áfram. Og að því þú ert trúföst manneskja þá ætlar þú að biðja áfram fyrir því að þetta verkefni endist. Og með bæninni þá erum við leið að styðja hvort annað. Bænin styður þann sem þú ert að biðja fyrir, þann já sem þú ert að biðja fyrir. Þannig að Drottinn heyrir bænina og hann veit hvar viðkomandi er sem þú ert að biðja fyrir, hvort sem það er ég eða einhver annar. Og hann bænheyrir viðkomandi fyrir þína bæn, þína trúar bæn. Þannig að þetta er í raun og veru mjög einfalt kerfi, en mjög öflugt kerfi vegna þess að við þjónum öflugum Guði. Við mögum ekki gleyma því hvernig þetta er, að við þjónum öflugum Guði. Guði sem að, já, er ekki að leika sér neitt, hann tekur þetta alvarlega sem hann gerir og hann veit líka að ég og þú og við tökum þessu alvarlega sem við erum að gera og þetta er alvöru mál að sinna köllun sinni og halda trúfesti við köllun sína. Þannig er það. Og hann setur okkur í þau verkefni sem hann vill sjálfur, mig í þetta verkefni og þig í eitthvað annað verkefni,
Af hverju settar mig í þetta verkefni? Þú voru að spyrja hann, ég hef ekki hugmynd um það. En ég veit bara að með því að gera þetta er ég leið að sinna þeirri köllun sem að trúin mín gaf mér. Já, trúin mín. Ég þurfti að fá trú fyrst, svo kom köllunin. Köllunin kom ekki undan trúnni. Trúin kemur alltaf fyrst og þú þekkir Guð og hann fer að koma fram með það sem hann ætlaði þér alltaf að gera. Mér þetta verkefni og fleiri og þér eitthvað annað verkefni sem ég veit ekkert og þarf ekkert að vita. En veit fjölda systkina vegna þess að maður auðvitað hefur kynst fjölda fólks í gegnum sína trúargöngu og margir af þeim og mörg af þeim eru ennþá að sinna þeim verkefni sem þeir voru í. Já, þegar maður kynntist þessu fólki yfir í áratugum, jafnvel. Það er ennþá á sama stað, vegna þess að það hefur verið trúfast við það sem Drottinn treystir í fyrir. Hvað með þeir? Hefur verið trúfastur við það sem að Drottinn sett upp í hendurnar á þér, hefur verið svona seint í bara slæglega og illa og helst ekki. Sumir eru þar, en það er ekki gott í veganesti að fara með líf sitt þannig því að köllun Guðs er alltaf gagnleg og þér er ætlað að rækta þína köllun af því að hún er þín. Þetta er gjöf frá Guði til þín. Ég fekk ekki köllunina þína og ég get ekki gengið inn í þinn stað, þannig séð. Af því við erum sittgóra manneskjurnar, við erum með sittgóra köllunina á okkur og við verðum, bæði ég og þú, að sinna því, byrja þar. Hvað úr verður er í raun og veru bara verk Drottins og hann getur alveg bætt við alveg helling frá þeim stað sem hún byrjaðir á. Ef hann sér trúfesti þá líka gerir það. Og vilja hann hafa fleiri í kringu þetta þá líka bara gerir hann það. Ég hef nú verið alla tíð einn við þetta og þú ert kannski hneykslaður á því en þú mátt það alveg. Þá varst þú bara hneykslunargjörn manneskja. En ég ræði engu um þetta. Vilja hann hafa þetta svona þá bara verði hans vilji. Og þetta er veganesti sem hann gefur okkur, mér og þér. Og þetta er mjög einfalt veganesti að búa við og eiga því að þá erum við ekkert að flækja málin neitt fyrir okkur meira en þarf. Þetta er bara svona. Við viðurkennum stöðuna svona og við vinnum verkin út frá þessar stöðu og getum heldur ekkert annað. Segjum við ekki hinu orðin að Drottinn skuli ráða, nákvæmlega, og hann ræður. Hann gerir þetta nákvæmlega eins og hann vill, en eitt er sameiginlegt með öllu þessum verkum að þau miða öll til blessunar, hvert með sínu hætti. Þannig þú ert aldrei að ausa í botnlausa tunnu þegar þú ert að gera köllun Guðs og þess vegna líka fyrir okkur að þykja vænt þessa köllun sem Guð hefur fengið okkur í hendur. Því að köllun Guðs er alveg sérstök. Hún er einstaklingsmiðuð, hún bendir á þennan einstakling og hinn einstaklingin með sína köllun hvor sem að, já, við skulum segja að báðir og bæði eru að sinna þó ég veit reyndar ekkert um það hvort menn sé að sinna sinni köllun eða ekki en ég hef gert það. Það er eina sem ég veit, annað veit ég ekki um. Og þarf heldur ekkert að vita það og hef svo sem engar áhyggjur af því hvernig aðrir gera sína köllun en ég er að gera mína. Það er mér alveg uppálegt að gera og Drottinn hefur alveg séð til þess að ég geri það vegna þess að hann veit hjarta mitt, hann þekkir hjarta mitt. Hann sér trúna í hjartanu mínu og hann veit alveg hvað ég vil gera sjálfur. Og ég elska að gera köllun Guðs fyrir mínar hendur og mín orð. Þetta er að ganga fram í Guði og þetta er að ganga fram í Guði og gera það sem Guðsverkið er að krefja. Ekki mitt, ekki mínar hugmyndir. Þær eru allt öðru sem kannski heldur þetta. En þetta er verkefnið
og af því að þetta köllun og ég og þú og við erum að sinna okkar köllun megum við vita að þetta líka gagnlegt fyrir þá og þær sem heyra. Orðið, þú heyrir orðið og það gagnlegt en ekki til nokkuð skaks neinstaðar ef sá og sú ekki að sinna sinni köllun. Það fyrsta skrefið að allir blessun sem af þessu verki og hinnu hlýst. Sessat, við þurfum að standa okkar plikt. Við skiljum það með atvinnurekenda sem að ráða okkur í vinnu og ef við mætum bara þegar við nennum, þá sá atvinnurekenda ekki mjög hrifinn af þessari starfsmanniski sinni og líklega lætur hann að fara, já, á endanum. Guð sama sinnis og hann kallaði þig, þú ert starfsmaður, köllunin segir það að þú ert starfsmaður Guðs. Og allir köllun, svo mikið þekki ég köllunina, að henni fylgja ákveðin verkefni sem Drottinn ætlast til að þú gerir og stundir með reglulegum hætti. Og hann hefur getað þess vegna ákveðið einhvern dag í viku fyrir þetta verkefni og hann vill að þú sért í þessu verkefni á þessum degi og þess vegna áratugum seinna út í það farið. Til í þetta. Ég veit ekkert hvað þú ert til í, en þetta það sem að ég hef gert í áratugi, já, og ekkert að fara neitt. Þetta ennþá mín blessun, þetta ennþá mín gæfa og ennþá mitt þakklætisefni eina að, já, að sinna og vera undir. Og ég ekki að biðja neitt nema þetta, í raun og veru. Og Drottinn hefur treyst mér til þess að fara með þetta að sinni vild og ég með þau tæki, eins og ég oft að segja, og tól sem ég þarf undir þetta og þau eru all hérna til staðar og tiltæk og þau verða notuð í þetta eina verkefni í raun og veru og ég hef aldrei notað þessi tæki nema í þetta eina verkefni vegna þessi tæki og þessi tól sem að maður þarf í þetta verkefni ætlað þessu og hvorki meira enn minna. Svona 99% eða 95% tilvika hefur maður notað þessi tæki í þetta verkefni og mér voru fengið þau í þetta verkefni. Og hvernig talar þetta til þín? Það veit ég ekkert En þetta það sem að Þannig að Drottinn skaffar en þó ekki verið að sér vilja þinn til að fara af stað. Þú ert með köllun og þú sérð ekki ennþá tilganginn með að fara að byrja með þetta og þú náttúrulega ert kannski ekki ríkasta manneskja í heimi og sérð ekki alveg fram á það hvernig þú ætlar að fjármagna þetta dæmi því að þannig það nú bara verkfæri, hamar hann kostar sitt, ekki? Þú þarft að eiga fyrir hamrinum til að kaupa hann. Og þú ert kannski með öðruvísi verkfæri til að gera sum sem eru miklu, miklu dýrari heldur en hamar. Og hvað ætlar að gera? Þú sér enga leið til þess að eignast þetta og stígur þess ekki fram í verkefnið. En það einmitt máli, það einmitt lykillinn á bakvið það að reyna vilja Guðs. Þú stígur fram, hann þekki hjartætt, hann sér að þú ert tilbúin í verkefnið og hann lætur að hafa það sem þú þarft. Það mín reynsla. Og aðstöðu sem þú þarft, sem líka mín reynsla. Og þannig hjálpast þetta alltaf og blessunin sem af þessu verki hlýst heldur áfram að streyma fram og sá sem að sinnir þessu að gera sitt verk, já, gera sína köllun vegna þess að það vilji Guðs og hann veit vilja Guðs fyrir sig. Hvað með þig? Veist þú vilja Guðs fyrir þig? Ég veit ekkert það, en þú þarft að veita það alveg svo ég, fyrir mig. Og eins og ég segi, þá ekki nóg að vita sína köllun
sem náttúrulega lykilatriði og það Guðs gjöf, því að ég trúi því að allir viti sína köllun þó þið segja eitthvað annað. En svo kemur að þeim tímapunkti að þú stígur fram og út í hana. Það ákveðin lykill sem þar er fengin í hendur þar sem opnar alveg fullt af hörðum. Þannig að ef við reynum Guð aldrei með þessum hætti, eins og Drottinn segir í orði sínu, reyni mig einu sinni á þennan hátt, hvort ég opni ekki flóðgáttir himinsins fyrir þau. Reyni mig einu sinni á þennan hátt. Þannig að þegar þú ferð af stað til að gera þessi verk, sjá, himinin er opinn. En ekki fyrir þú ferð af stað. Þú þarft að fara af stað, ég þurfti að fara af stað til að ég sæi árangurinn af minni köllun við þetta verk. Og ég sé Guð í verki með þessu í hverju skrefi. Ég á ekkert í þessu nema bara það að ég mæti og sitt hérna fyrir framan þessa græju sem Drottinn setti upp í hendurnar á mér. Og að þjóna sínum tilgangi fyllilega í Jesú nafni og ég bið Guð að varðveita þessi tæki í Jesú nafni eins og hann hefur gert. Og við megum alveg biðja slíka bæna vegna þess að verkefni eða verkfærið þarf að vera til staðar til að þú geti gert það sem Guð er að kalla þig til að gera. Þetta er ekkert flókið. Þetta er mjög einfalt og þetta er mjög auðskiljanleg. Og galdurinn á bakvið þetta, lykillinn á bakvið þetta, svo við notum nú frekar það orð. Og lykillinn á bakvið þetta er sem sagt að þú stegst fram í hvað? Köllunina þína sem þú vissir hver væri. Ekki segja mér það að þú vitir ekki hver köllun þín er. Annað er hvort maður er að gera sína köllun eða ekki. Það er ákvörðun. Og meira, það eru skrefin sem þú tekur í þessa átt. Og það er þar sem að Drottinn býður eftir þér með allt klárt og þú ferð að fá það sem þú þarft til að framkvæma verkið. Harla gott, segirðu, þegar þetta er allt saman komið í gang. Og sumt jafnvel skilur ekki hvernig komst eiginlega til þín. Blankasti maður í öllum heiminum. En það er ekki engin hindrun fyrir vilja Guðs sem sér vilja þinn og minn til að framkvæma verkið. Og það er honum nóg. Í trúnni gerum við þetta. Hann notar alltaf trúna. Mína trú og þína trú. Ég hef mína trú, þú hefur þína trú. Ég hef mína köllun, þú hefur þína köllun. Og þær geta verið og eru pottið af sitt hvorum meðnum. En með sama markmið blessa fólk og annað fólk með því sem gert er. Það er köllunin sem að hver kristinn maður hefur, þarf að vera blessun fyrir fólk. Erum við það? Við erum það oft, já, og yfirleitt erum við það. Þannig að þetta kristna fólk er ekki vandamálið í heiminum, líkið til lofaði ykkur. En vandamálið liggja annar staðar. Vandamálin þau liggja í Guðleysinu. Í fyrirstöðinni sem að rís í heiminum gegn Guði, ekki mér, ekki þér, þetta er gegn Guði, þetta snýst alltaf hann. Ef þú verður fyrir árás sem trúið manneskja sem ég veit að þú verður fyrir eins og allir aðrir kristnir menn, þá er raun og veru ekkert verið að ráðast neitt á þig. Það er verið að ráðast á þann anda sem að í þér býr og hann er tengdur við Guð. Hann er drifkrafturinn í þér sem kemur í framkvæmd því sem Drottinn vill að þú gerir og ég og við. Við köllum það líka köllun. Og hér ert þú að horfa á mann sem er að sinna sinni köllun. Og hefur gert það eins og ég segi í áratugi, í raun og veru. Já, í áratugi. Og er ekkert að fara neitt, heldur þessu áfram. Drottinn sé hjarta mitt, þekki hjarta mitt. Og
hann veit auðvitað eins og hjá þér með þitt hjarta þá ertu að stundum að agnúast út í Guð eitthvað, en hann kemst alltaf fram fyrir það og svo gerir þú vilja Guðs. Og það er alltaf blessun að því að gera vilja Guðs, hvort sem maðurinn er ég eða þú. Guð er sami og hann er Guð blessunarinnar. Ég veit að þú hefur kynst því fyrir margt löngu rétt eins og ég kynntist þessu fyrir margt löngu, að svona er í stakkin búið og ekki öðruvísi. Þannig að við erum ekkert á neinu flæðiskeri, álpuðumstum ekki út á eitthvað sker á fjörunni og áttuðum okkur ekki á að það flæðir að, svo allt í hennu er sjór allt í kring. Ekki góð staða, getur svo sem verið hættuleg, ef að veðrið versnar þá ylgist sjórinn. En ef ekki þá bara þurfum við að bíða þangað til aftur fjara og þá getum við gengið þurrum fótum í land, en við þurftum ekkert að lenda í þessum kringumstæðum. Að við eigum að vita hvernig náttúran hegðar sig að þessu leyti. En við vorum svo upptekin við eitthvað annað að við gleymdum okkur og svo komumst við á þetta flæðisker. Ég man eftir einu stráki í Hafnarfirði sem þá vorum við bara krakkar. Við vorum náttúrulega eins og krakkar gera stundum. Eru krakkarnir eitthvað það skiptir ekki máli, en við vorum oft þar og þar voru klettar sem að standa út í sjóinn og þar flæddi að þessu klettum og það var ófært út í þessa kletta á flóði og þetta vissum við og við komum okkur í land og meðan stætt var, en ég man eftir einum, hann gleymdi sér. Ég veit nú ekkert af hverju, það skiptir ekki máli, en svo komst hann ekki í land, hann lenti á sínu flæðiskeri og það endaði með því að lóðsbáturinn var sendur eftir lóðsbáturinn í Hafnarfirði, litli trébáturinn sem þú manst kannski eftir eða þú komin á aldur við mig. Hann fór og sótti strákinn, þá var hann alveg skelfingu lostinn strákreið. Ég horfði á þetta þegar hann var verið að ferja hann yfir í bátinn. Þannig að hann komst klakklaust heim, þetta stilli logn og flottasta veður, sumarveður. En hann þurfti ekkert að lenda þarna, eða bara verið vakandi því hann þekkti flóðu fjöru jafnvel og allir aðrir. Svona gerist þegar menn gleyma sér og kannski taka sénsinn á og bíða að vera svolítið kaldir strákar en svo kannski beða bara lengi. Það var allt ófært í land og það var nú valið þessa leið að senda bara lóðsbátinn eftir honum. Þetta var eftirminnilegt. En svona gerist þegar við erum ekki að hugsa það sem við ættum að vera að hugsa og við sjáum að þessi ágæti drengur, hann var ekkert að hugsa það sem hann hefði átt að vera að hugsa Og stundum þetta svona og stundum líka leiðir þessi ógætni okkar í ógöngur. Og það fór allt verið þarna, engum lektist á, en stundum fer ekki svona vel og mönnum lekkist á og lenda jafnvel í tjóni. Bara vegna þess að þeir sýndu aðgæslu og þetta skeði og þeir brugðust kannski rangt við og gerðu eitthvað sem þeir hefðu ekki átt að gera. Og það endaði bara eins og það endaði. Trúin, hún aftur á móti þannig vaxin að hún vill fyrirbyggja allt svona. Ef þú ert rektarsamur hvað þína trú varðar, þá ertu líka á varðbergi gagnvart svo mörgum, til að mynda kæruleysi. Þú hættir að vera þessi kæruleysa manneskja, hvert sem litið er. Þess vegna eru eiginlega engar líkur á því, álpist þú út í klett sem flæðir í kringum, að þú komið þér ekki land aftur áður en að það gerist. Enga líkur á því. Og svo framvegis og svo framvegis. Þetta það sem að trúin gerir. Hún byggir upp í manni þessa aðgæslu. Þannig að maður ekkert að leika sér neitt lengur með sitt líf. Heldur fer gætilega með það.
og varðveitir það eins og sjáaldur augna sinna, og eftir að trúin kom þá líka verður þetta gildi allt annað. Gildist matið það eykst allan helming bara við það að eignast trúna. Þetta eitt af því sem að Drottinn gerir og hann vill að þetta sé svona. Hann vill að við virðum og elskum lífið, við elskum Guð, elskum Jesú, við erum þakklátt fyrir það að við fáum að þjóna honum og fáum að þjóna honum, það ekki allir sem að fá að þjóna honum, en við fengum að þjóna honum og við erum þakklátt fyrir það, þó kannski stundum séum við að mæðast yfir þessu, sem allt annað mál. Akkur það? Það bara vegna þess að við erum veiklunda fólk. Það engin annar ástæða en hún að við erum veiklunda fólk. Það afsökun? Það ekkert verið að reyna neitt að afsaka sig. Það bara verið að segja eins og hlutirnir eru. Og þeir eru svona. Við eigum til trú og við elskum Jesú, en sýnum á okkur alls konar breytni og framkomu þrátt fyrir þetta. Þannig það nú. Hvað viljum við? Ég veit alveg hvað kristinn maður vill. Hann vill áfram vera á þessum stað. Og hann sumir allavega nú, já, flestir eru náttúrulega tilbúinir til þess að ganga í gegnum skaflana vegna þess að Drottinn býður þeim að ganga í gegnum þá. En sumir, vegna þess að þeir hafa aldrei almennilega byggt upp sína trú með réttum hætti, að þeir stoppa þar. Gegn einhverju, á móti einhverjum háska innan geðsalapa, þetta nótt bara stormur í vatnsglasi, en fyrir okkur kannski, okkur finnst þetta að vera háski og við leggjum ekki að fara að honum. En þessi háski nú þannig að ef þú ferð að honum í Jesú nafni þá hörfar hann. Það nú bara þannig. Við þurfum ekkert að ótta það. Það bara að halda áfram. Og gott ráð að sinna köllun sinni, því að þetta allt saman í trú og rætt og það. Og allt sem þú gerir í trú byggir upp þína trú í hjartanu. Þannig að á endanum ertu komin á þann stað með þetta allt saman að þú ert orðið staðföst manneskja og trúföst manneskja og þú ljáir ekki máls á neinu öðru en að sinna þessu. Og það kjör aðstæður fyrir alla menn. Og þetta svo gjörsamlega og skjön við allt sem við erum að sjá í þessum heimi. Það sem hver að óta sínu tóta. Og allt logandi og bullandi í lygum og í meðvirkni. Eins og ég segi, þá þessi meðvirkni ein skæðasti óvinnur mannkyns. Það þessi meðvirkni. Hvað meðvirkni? Þú tekur afstöðu með manneskju, segjum það, á þess að raun og veru áttaði á að hvaða leyti þú ert að taka afstöðu með henni. Þú heyrt þetta og þú heyrt hitt, en það satt sem þú heyrði? Það þarf ekki að vera. Meðvirknin metur þetta ekki, hún bara meðvirkni, hún stendur með, jafnvel þó það sé kolrangt sem hún að standa með. Það meðvirkni. Og það einn vandinn sem við að eiga í þessum heimi, að það þessi afstæða fólk sem það tekur á þess að hafa hugmynd það hvað það með hverju það að taka afstöðu. Ekki hugmynd. Það heyrir bara þetta, þessa sögu hérna, ok, hún svona, og ég ætla að taka afstöðu með henni. Kolrangri. Þetta nú þegar mér svolítið mikið og þetta ekkert nýtt, því að fólk í sjálfu sér hefur alltaf verið svona. Og þetta afleiðing syndafallsins minn kæri, svo við förum nú alveg til upphafsins hvað þetta var það. Þá byrjaði þetta allt saman þar. Og þetta enn í gangi, vegna þess að sá sem kom þá inn, Satan, hann eins og hann var þá. Hann ekkert breyst. Hann bara að mata fólk á ósannindum. Og hann kemur gegn öllu sem Guðs. Hann andstæðingur, ekki ég og þú. Hann andstæðingurinn. Og ég vil ekki starfi eða eigi neitt það sem ég að gera og hann fær það heldur ekki í Jesú nafni. Og þú getur sagt það sama vegna sem þú átt afl í þér sem miklu sterkara þessu afli.
Og þetta viðurkenna þessir illur andar þegar þeir koma að einhverjum bræðurum sem voru eitthvað að þenja sig þarna andsetnum manni. Hann sagði, Pál þekki ég, Jesú þekki ég og Pál þekki ég. En hver eru þið? Þú voru gemmandi eitthvað þarna við hennan anda, í raun og veru þó stæðu andspænis manni. Hann bara reið og alla í sig. Og þeir voru heppnir að sleppa lifandi frá þessu. En slöppu lifandi. Þannig að þú leikverðið ekkert með þetta. En settu með anda Guðs í þér, þá segir bara eins og Kristus sagði sjálf, og vík brott Satan. Hvað hverju? Hann veit hvernig þú þjónar. Og beitur aflinu sem Jesús er í þér, þá verður hann að hlýða því. En ef þú beitir því ekki, þá gerist ekkert, þá hann bara vappandi og eftir þér. Við sjáum þetta líka með Pál. Við munum eftir konunni sem að gekk á eftir daginn út eða gekk á eftir og þessir voru á göttunum kölluðu. Þetta eru guðsmenn, eitthvað í þeim dúr. Og við munum líka að Pál, honum leiddist þetta, því hann vissi alveg að þetta var ekki neitt andi frá Guði. Og hann sneri sér að konunni einn daginn og sagði, farðu út af manneskinu. Bang, hann fór út af manneskinu og hún hætti að elta það og kalla þessu kalli. Þeir hafi ekki leyfi til að segja sannleikar þessir illu andar, það er nú málið. Það er ekki þeirra verk að koma með sannleikar. Það er okkar verk sem tilheyrir Jesú að koma með hann. Okkur er boðið að koma fram með hann. Og við höfum allt í okkur til þess að koma fram með hann. Það heitir orð Guðs gegnum heilagan anda sem að ég er með og þú. Þetta eru réttindin okkar. Erum við að gera þetta? Margir eru af því og fjöldi manns eru auðvitað af því. Og þetta er fólkið sem að bætir heiminn. Þú sér kannski enga bætingu af verkum kirkjunnar, en það er mikil bæting fyrir okkur og umhverfu okkar þar að hafa þessa kirkju starfandi. Mig og þig starfandi sem þessar trúuðu manneskjur. Við erum ekkert merkilegra fólk en hver sem en við eigum anda Guðs í okkur og það er aflið sem hrindir koll verkum Satans, eins og við vorum að tala og koma í gegn þessu án þess að vera fylltur heilugum anda. Við sjáum með þessa menn sem að andinn flaug á. Ég veit hver Páll er, ég veit hver Jesús er, hverjir eru þið? Já, við þurfum að eiga þetta og þetta er gjöf. Þetta er gjöf frá Guði sem kom og þú fylltist heilugum anda og þú sagðir það er til Guð og ert búin að vera sannfærður síðan það að sé til Guð, vissulega. En þetta er verkefnið, þetta daglega verkefni, það er að sjá þetta og rækta þetta og vera undir þessu. Af hverju? Því Drottinn hefur boðið það. Hann hefur boðið þetta. Hann vill að þú sért þarna. Hvar þú ert, það veit ég ekkert og ræð engu Því að þú hefur áfram sjálfstæðan vilja alveg svo ég. Þess að ég oft sagt að þá get ég alveg tekið eitthvað mér annað fyrir hendur en þetta. Ég er svo Guði fyrir að þakka, hann hefur fengið að byggja trúna mína þannig upp í gegnum áratugina að í raun og veru er þetta ekki staðan. Þetta er ekki til boði að gera þetta ekki. Ég er alveg sáttur við það í sjálfu sér, en stundum þarf ég að hafa svolítið fyrir því að koma mér af stað. Eitthvað líklega sem þú þekkir ekki, en ég þarf stundum, ekkert alltaf, en ég þarf stundum að glíma við þetta. Og þetta er eitt af því sem að gerist þegar maður er lengi við eitthvað. Að maður þarf stundum að berja við að verða ekki þreyttur á því. Og það er svona viss kennsla og gefur manni úthald að þrauka og þá er maður í raun og veru líka að yfirvinna þessa hugsun
að sleppa þessu núna. Þannig hún dettur út og þú bara gerir þetta. Svo getur þú gert það sem þú vilt eftir þetta verkefni, því að þetta náttúrulega tekur ekki allt árið. Þetta tekur bara sinn tíma og svo ertu laus. Þannig að við getum líka að hugsa þetta þannig að þetta verkefni sem þú ert í, það tekur bara sinn tíma og svo ertu laus, þá getur þú að gera eitthvað annað, ef þú vilt það. Þannig að þetta aldrei nein áþjón að þjóna Guði, en það alveg ljóst að verkefni í Jesú nafni, það tekur tíma. Og þú ert með þétt skrifaða dagskrá, segjum það, yfir daginn, og þú gefur þessu samt tíma, svo ferði hér þegar þessu lýkur. Svo kemstu á þann stað, góða stað, að þetta verður forgangsverkefni þitt að sinna því sem Drottinn hefur sett upp í hendurnar á þér. Af hverju? Að þú kemst að því með tíð og tíma að þetta það mikilvægasta sem þú getur gert. Mikilvægasta sem þú getur gert, og þetta sjá menn, trúin gefur þeim að sjá þetta. Og hvað ert að sjá? Þú ert að sjá rétta sjón. En það fullt af mönnum og konur sem standa gegn þessu. Að þeir sjá ekki það sem þeir sjá ekki stöðu þessa manns, vegna þess að þeir lifa, og þetta fólk lifir sjálft í blekkingu. Hver að blekkja? Hver blekkingamestari? Heitir hann ekki Satan? Í minni bók, jú, heitir hann Satan. En við viljum ekki þjóna honum og þurfum ekkert að þjóna honum. Við þjónum honum eitt sinn, eins og kom Jesú inn í myndina og þú uppgötaðir það til Guð. Þá var klippt á þessi samskipti. Þú vilt ekki sjá þau í dag. En þú glímir eins og flestir aðrir kristnir menn svona inn á milli við einhverja mæðu í kringum trúna, og ég get alveg sagt þér af hverju það í grunni. Veikleika mínum, segðu þetta með mér, veikleika mínum. Það ástæðan fyrir því að þú ert að glíma við þetta. Þú elskar Jesús í hjartanu þínu, þú efast ekkert það og ég geri það ekki heldur, ég þekki þetta sjálfur. En samt koma upp alls konar í manni sem að eiginlega, vilja ekki að maður sé að gera þetta. Á máli Biblíunnar heitir þetta holdsins hugsanir. Og holdsins hugsanir vill orðið ýta út. Og það alltaf að ýta þessum holdsins hugsunum út, og þá kemur rými í þér sem að orðið fyllist af. Þannig að þú ert varinn á bak og brjóst, af því þú gerðir þetta eins og á að gera þetta. Þess vegna líka ég og þú að hlusta á kennslu frá Guðs fólki, og við förum ekki í gókunarröð hvað þetta var það, við bara hlustum á Guðs orð, og það hefur verið mín leið, og eins og ég ofta tala vegna þess að ég ber ábyrgð á þessu sjálfur. Þú þarft ekki að útskýra neitt fyrir mér hvernig orð Guðs þegar andinn í mér, hann gerir þetta. Og þess vegna hlusta ég óhræddur á ræðu frá mönnum og konum sem að þó ég þekki, fólkið þekki nei. Því að þú heyrir það strax af hvaða anda það er að tala. Andinn í þér, hann bara meðtekur þetta. Eða ekki. Ég reyndar hef aldrei lent í því í ræðum manna þannig að ég hafi verið eitthvað efast, kannski einhverja setningu, kannski eina setningu í ræðinu, en yfirleitt þetta bara smurt og gengur vel fyrir sig, og ég búinn að hlusta á óteljandi ræðumenn á minni trúargöngu sem bráðum að verða 40 ára gömul. Og ég sé ekki annað en ég standi bara nokkuð keikur í þessu öllu saman, í Jesú nafni. En það komið tími og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.